ekki aðeins taka smá vangaveltu. Ég hef nú verið að henda til þín sko það er þetta svona kannski minni félög í Kauphöllinni og þá hefur aðeins verið að horfa á Iceland Seafood. Sko sem er hvað 13 miljardar virði. Lækka mjög mikið lækka mikið og Bjarni Ármannsson seldi hlut sinn. Bjarni mjög kröftugur rekstrarmaður og það hefur sýnt sig en hann náði ekki tökum á félaginu. Nei, sko, og hann selur það og það er komið í hendurnar á núna mönnum sem eru með gríðarlega sterk tengsl við íslenska sjávarútveg, sem sagt Guðmundur í Brim og Jakob Valgeir fyrir vestan. Og sko hlutahópurinn er ekki mjög stóra, vísum þeir eru ekki með mjög stóra, þeir eru kannski 10-12% held ég hvoru sig og svo svo náttúrulega bara lífeyrissjóðirnir. En sko, svo sá maður að allt í einum daginn þá kaupi Jakob Valgeir og bréfin, það því að lítil viðskipti bréfin fara upp. Og ég held að þetta væri félag sem sko hentaði til afskráninga fyrir stæðstum hluthafa. Þetta kostar svolítið pening, en sko til þess að félagið bara stefnulaust finnst mér inn í Kauphöllinni sem stendur og kannski bara eiginlega hreinlega of lítið. Já, sko, það alltaf þetta spurningin hvað er lítið og hvað er stórt þegar kemur að því hverja menn eigi að skrá sig og fara inn í meginreglan við það þegar fólk fer inn í Kauphöllina. Það er það að þú vilt losa eignarhaldi, það séu þú vilt að fara út úr fyrirtækinu en ekki síst ferðin í Kauphöll, First North markaðin til dæmis, til þess að ná þér í hlutafé. Það er þá eins og við vorum að tala áðan, sprotinn, hann fer þarna inn og reynir að fá tala til hlutafa. Hvenær ferðu þá allt í að afskrá fyrirtæki? Já, þá er það að því að þú lítur á að séu meiri verðmæti inn í því en þú færð út úr því á Kauphöllinni og hitt að þú eigir auðveldara með að taka ákvarðanir varðandi framtíð félags. Já, en þá ertu líka farin að tala um það að eins og bara með Bíkó, einhvern tímann þá voru við Jón Helgi Guðmundsson að tala saman og það hefur komið fram held ég að þetta er stórt fyrirtæki sem er ekki í Kauphöllinni. Menn segir svona, af hverju er Bíkó ekki í Kauphöllinni? En þá getur vel verið að þetta er fjölskyldufyrirtæki sem bara vill stýra sínum málum sjálft, er ekki með þessa bindingu varðandi við sko uppgjör og fleira. Hann átti nú stóru fyrirtæki í Svíþjóð sem hann keypt út af markaði það. Já, sem er mitt og allt það, þannig að það er þannig. En almenna reglan er þá þessi að þú ferð inn í sko Kauphöll til þess að ná þér í fé. Hvers vegna ertu að fara þá út úr Kauphöllinni þarna? Nú, ef að menn er að kaupa í þessu og ég spái því að þarna séu 3 mjög færir menn í sjávarútvegi. Þannig að ég myndi miklu frekar spá því að Iceland Seafood geti verið, þetta er náttúrulega gamla góða Coldwater og allt þetta og losa, þetta er mikil saga þetta er gamla bara þegar sölusamtökin voru að selja fisk fyrir stús. Já, í allt öðru viðskiptaumhverfi en við þekkjum í sjávarútvegi í dag. Allt öðru viðskiptaumhverfi, og nú eru fyrirtækin sjálf að selja fyrir sig. Þannig að við erum að tala um það að þessir menn sem þarna eiga þetta, ég myndi elda þá ef eitthvað væri. Ef við vorum að pæli út frá svona. Já, ég tek undir það, en ég tek undir að þetta eru menn sem sínu viti í þessu, en ég var bara að velta því fyrir, sko, út frá þeirra hagsmunum. En ef þú treyðir í, sko, hvort sem þú trúir mér eða þér, þá getur vel verið að borga sig að kaupa í félaginu. Já, ef það fer í yfirtöku, þá náttúrulega hækkar það. Það getur vel verið að þarna undir, sko, það getur vel verið að þegar eigendur eru að bæta við sig, þekktir kaupsýslumenn og miklu Jakob Valgeir var að bæta við sig og þá hann var að bæta við sig, ætti ekki hinn almenni hluthafi þá að spyrja sig af hverju er Jakob Valgeir að bæta við sig í Iceland Seafood, hvað er að fara að gerast þar á næstu vikum? Nákvæmlega, við munum fylgjast með því, Jón. Við munum fylgjast